Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að tala um Bee Gees við okkar Friðrik Ómar, vertu velkominn. Takk fyrir. Sko þú ert náttúrulega búin að vera í alls konar svona ævintýrum þar sem þú ert að taka stórar grúpur úr Queen í Bee Gees. Þetta smá skref eða hvað? Nei, nefnilega alls ekki. Ekki svo mikið sko. Ég myndi segja að báðar þessar hljómsveitir eru þekktar fyrir mikið af röddum og svona mikið raddsvið og þú ert að fá æðislegar balluður og svo rosa power lög. Það er margt svolítið líkt sko. Fyrir utan, ég meina það var smá disco í Queen á sínum tíma. Já, reyndar. Og svona 80s tímabilinu og Freddie Mercury náttúrulega. En þetta kannski svona öðruvísi að þeir leitur, þetta lítur svona aðeins svona meira út, svolítið svona meira feminin. Þetta meira glimmer. Þetta meira glimmer, svona, það gerðu út af það. En nei, samt ekki meira Freddie Mercury, hann var sem þetta glimmer. Þannig að þetta fer í allar áttir, en ég myndi segja að þetta samt svona sjálfstætt framhald af Freddie Mercury sögunum sem ég gerði. Og þetta svona sama uppskriftin, en náttúrulega önnur lög, en eins og frábæra lag sem þetta. En þegar þú horfir á Queen, þá vita allir að þau geta nefnt mörg lög strax. En hugsa Bee Gees, þau geta kannski ekki endilega nefnt strax lögin, en það er nú alveg pottþétt þannig að við þekkjum þau. Þið þekkjum öll lögin, sko. Þetta er þannig að Bee Gees var kannski ekki, þeir bræður ekkert svo mikil svona íkon eða vörumerki, eins og við köllum það, eins og Freddie Mercury og Queen. Þannig að, en lög eins og Staying Alive og How Deep Is Your Love, Islands in the Stream, allt þetta og I Am a Woman in Love. Þetta er haugur af lögum og þeir eru einu söluhæstu tónlistamenn veraldar, bara eftir Beatlesum og svona, þú veist, þannig að við kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir og það var það sem við upplifum þegar við heldum tónleikana í Háskólabíó, núna 12. október. Fólk labbaði út bara, vá, ég vissi ekki að það væri svona rosalega mörg lög sem þeir sömdu, sko. Nei. Þannig að það er svolítið skemmtilegt, það kemur svona auka svona þessi faktor í tónleikana að við komum fólki á óvart. Já. Það er alltaf pluss. Segðu mér frá öllu, sko, því þetta er ekki bara þú á sviðinu. Nei, alls ekki. Ég náttúrulega er með, sko. Ég framleiði ekkert að ég sé með. En þetta er náttúrulega falsettu kóngur Íslands, Pétur Örn. Það er náttúrulega bara þannig, það er enginn bara þar. Nei, fyrir þá sem að vita ekki hvað Pétur Örn er, þá náttúrulega hann er mjög þekktur fyrir að vera bakrættasöngvari. Jesú Pétur, það vita allir hver hann er, hann er legend. Pétur, ég segi, hann er legend í bransanum. Og svo náttúrulega erum við með Matt og Matt með okkur líka, sem náttúrulega var í Freddyssjónum líka. Og svo er ég með smá dass af útlenskum uppruna, það er náttúrulega Færeyingur, hann er Jagvann vinur minn. Og hann kemur þarna inn og bræðir stúlkurnar. Hann er svo einstaklega laginn við það. Já, hann er rosalegt sjarmatröll. Ertu að grínast? Já, hann er algjört. Hvernig það er ekki margir sem taka bara svona heilan sal og daðra við allan salinn. Nei, það er alveg ekta hann sko og hann er alveg mjög góður í því. Já. Og það er eiginlega ástæðan fyrir hann er þarna. Nákvæmlega, allir bara eitthvað, hann er æðislegur. Og svo náttúrulega erum við með sko, vil ég nú bara meina, og þú veist, með fullri virðingu fyrir mörgum stelpur sem ég þekki bara svona eina allra bestu daglega sönguna sem við hefum átt og það er Jóhanna Guðrún. Það er bara ótrúlegt, við erum búin að vera á æfingunum, bara hlusta á hana, hún syngur alltaf jafnvel og það er bara, það er ótrúlegt að hlusta á þetta og maður er búin að vinna með mörgum og margir er svona misjafnan dag og það er alveg sama hvað hann er þreytt að hún syngur eins og brjálæg. En það er búin að vera í æfingabúðum frá því að hún var 2 ára. Já, þú veist, og það æfingin skapar meistarann og hún er Og hún er komin heim, er það ekki? Hún var úti í Noregi og er ennþá samt að fljúga. Hún var bara núna í síðasta mánuði var hún úti og er að syngja fyrir á ýmsum mjög stórum svona giggum. Hún hefur verið að koma fram með Alexander Rybak og verið að koma fram á mjög stórum hátíðum af því að hún náttúrulega er bara á heimsmælikvarða, það er bara þannig. Og ég held hreinlega að hún hafi ekki komið í hof sko og sungið áður, ég held ekki sko. Ég fór að hugsa, ég man ekki eftir. Nei. Þannig að það verður æðislegt að fá hana. Svo náttúrulega erum við með 10 manna hljómsveit, við erum með 2 dansara, við náttúrulega erum með John Travolta af spænskum ættum. Það getur ekki klikkað. Og hann heitir Javier Fernández. Jú.
Þegar þú segir það svona. Hann er alveg frábær sko. Hann tekur náttúrulega John Travolta og þetta svona Saturday Night Þú Fever. ekki treystir í þetta? Ég náttúrulega gerir bara mitt sko. Já. En það bara, þú veist, x mikið sem það en hann er frábær viðbót og svo Thelma, hún dansfélaga hans og þau taka svona spórin sem voru í Saturday Night Fever. Þú veist, hann náttúrulega þessi hér, þau taka þetta svolítið svona væmið og skemmtilegt en þetta ég hef sagt ykkur að fólkið sem var á tónleikunum okkar í Háskólabíó, það bara stóðu allir á fætur og ég, eins og sé, ég er búin að framleiða svona ýmislega verkefni sko, en þetta var einhver sjúklegasta stemning sem ég hef upplifað á tónleikunum sko, það varð svo þetta svona magnaðasti fólk og svona, já þetta, nei þetta og svo bara sprakk allt sko. Nákvæmlega. Þannig að þetta bara, sjóið að koma, það er tækifærið núna. Já, algjörlega, við komum, Þið þurftu að bæta við aukatónleikum? Já, við erum aukatónleika klukkan 11. Það seldist mjög hratt upp á fyrstu tónleikana og núna eru sæti laus á aukatónleikunum okkar og þetta verður svona, hvað ég sé fyrir mig svona sérstaklega svona konuhópa, þetta er svolítið þannig og strákarnir, sumir hverjir eru svolítið feimnir við sko Bee Gees sem algjör óþarfi, því ég meina þeir voru káðlónir á bringunni og voru sko kallmennskan uppmáluð alveg og hefðu sko alveg opið alveg, ég ætla ekki að sýna ykkur þetta núna Þið vitið hvað ég hver veit nema að þetta verður þannig á tónleikunum, ég veit það ekki. Það er spurning að hvetja drengina til þess að ná í glimmerskyrturnar og láta það er alveg máli. Já, ég meina stelpurnar þær fíla þetta, lofaði því. Þetta er góða skemmtun fyrir ykkur, takk fyrir að koma. Það var nú lítið, bara gaman að koma allir þetta. Hvetja ykkur bara til þess að kíkja inn á menningarhús.is og tryggja ykkur góða Bee Gees stemningu.